Góðan daginn, Birta. Góðan daginn. Þetta millibilsástand. Já. Ertu reddi í það? Ég til það. Það ekki? Jú. Ok, nice. Ég verða að fá te. Já, beinustilegi teið, sko. Síðast þætti voru bara með kakó. Ég væri svona alveg smá til kakó, sko. Já, ég þetta líka. Það alltaf gott að fá sér smá kakó. Já, ég elska kakó. Sérstaklega í þessu millibilsástandi. Já. En hvað þetta annað? Þessi tími núna, milli jól og milli nýjás. Þetta ætti bara að vera frí fyrir mér. Mér líka. Mér sama hversu margir virkidagar koma það inni. Það Já. bara allir. Búðir bara lokaðar, nema Já. kannski bara helstu maturubúðir. Og fólk á bara að vera heima að chilla. Nefnilega, sko. Eða bara gera það sem þeim fyrir skemmtilegt, hvað Já. sem það er. Nákvæmlega. Þegar maður var yngri, það var maður alltaf bara eitthvað í skólafríi, bara Ég svona veit frí, það. skilur. Hversu næs bara taka endalasta marathonum alla dagi, maður bara, þessi tími var svo ógeðslega langur að líða. Því einn sem ég gerði var að horfa á Lord of the Rings bara allan daginn. Já, en þér fannst það skemmtilegt, eða ekki? Þannig að það var svona langur að líða en samt skemmtilegur. Á góðan hátt, sko. Ég skil þig. Langt frí. Ég skil þig. Já, það er ekki, þú veist, einmitt, þegar maður er orðin fullorðin, þá einhvern veginn fær maður ekki þessi fríðindi lengur. Nei. En En við erum svo glaðir að vera hér, engar áhyggjur. Já, það er ekki vandamálið. Nei. Við erum bara, Nei, við erum að tala bara svona, þú veist, ef maður mætti ráða, þetta er náttúrulega bara, við getum alveg skert þetta í Já, bara hvaða dag sem er. hvað það sem er og í náttúrutum eða ekki, skilju. Við setjum bara niður og spjöllum, sko, Nákvæmlega. það er ekki erfitt. Við erum að tala um svona að koma sér aftur í rútínu í einhverja 3 daga Nákvæmlega. í vinnu eða eitthvað, skilju, hvað sem það er, bara til þess að fara síðan aftur í smá frí, Já. til þess að byrja síðan aftur inn í Ég rútínu. held að það séu mörg fyrirtæki núna að gefa starfsmönnum sinni frí samt út af bara COVID. Já, það væri fallega gert það. Já. Mér finnst það fallega gert, sko. En svo er náttúrulega fyrirtæki, þau sofa aldrei á netinu, Nei. eins og organicskincare.is. Organicskincare.is. Þá getið þið verslað hvenær sem þið viljið. Nákvæmlega. Eða skoða það sem þið viljið eða. Kannski eitthvað sætan nújárspakka fyrir eitthvað. Ég Eða fyrir meina, sjálf eitthvað. er til betri leið en að byrja að fara inn í nýtt ár með eitthvað nýtt fyrir húðina þína. Fresh skincare bara. Sælis. Sign me up. Án gríns. Þetta er bara áramóta heiti hjá öllum verða skincare, sko. Já. Ég vil sjá það. Ándjóks, strákum og stelpum og öllum. Já. Ungum sem öldruðum, sem, ég veit ekki. Bara meir. öllum. Dýrum Já. líka. Nei, bara í alveg, þetta er ógeðslega mikilvægt og, Já. og þess vegna mælum við þetta með að það geta allir fundið eitthvað fyrir sig inn á organicskincare.is. Já, við mælum sjúklega mikið með að kíkja á það. Mælum sjúklega með því. Hvað gerir þú á milli jól og nýjárs? Þú varst að segja okkur að þú gerir svona, þú veist, þú horfir á Lord of the Rings. Já. Ég geri yfirleitt mjög lítið nema bara sama vanlega, sko. Nema extra cozy stemming alltaf. Að það ekki. Og svo spilum við mjög mikið. Já, að þetta Já. millibils ástand er mikið notað í það að spila. Þú ert smá svona jólin fyrir mér. Ég? Já. Af því alltaf, Elska. þú ert alltaf úti náttúrulega. Já. Og það sem ég hlakka alltaf mest til jólin var alltaf að þú kemur heim. Æi. Þannig að Vá. það er svo gaman. Og núna er ég bara ég er búin að vera með þig í... Alltaf. Já, og það er svo gaman. Bara síðan í apríl. Já, nú hef ég ekkert að laka til. Nei, tjók. bröðumrætt. Ævó, einsætt. En já, við höfum alltaf tekið, við höfum alltaf, nema kannski síðust jóla, því að þá var ég Já, það varst ekki hérna. þá var ég úti, en Já, en ég fór líka út, þannig að... já, En ég þannig var að ekkert- þetta jafnaðist út. Já. Það ár var bara ekki tekið með. Nei. Þú veist, eiginlega ekki. En, Raunin ekki. en þá höfum við alltaf einmitt bara hvað, þú veist, byrja ykkur matabóðum daginn, svo hist á kvöldin að spila. Já, svo gaman, sko. Svo gaman. Elskum að spila ef einhver veit það ekki. Hvað spilir svona uppáldið það núna? Sko, ég Segðu það bara. elskar Secret Hitler. Já, við elskum það báðar. Það er svo skemmtilegt spil. Secret Hitler. Fyrir ykkur sem veit ekki hvað Secret Hitler er, þá er þetta spil sem að það eru liberals á móti fasistum og það er einn Hitler. Og liberals er að reyna að vinna og allir eru að þykjast vera liberals Allir þegar sér góðir. en fasistanir eru líka að reyna að vinna og Hitler. Og þú veist, þegar við spilum þetta í fyrsta skipti. Þegar við spilum þetta fyrst skiptið saman. Já. Það var sprengingar. Já. Þú ert líka orðin ólétt, þannig. Já. Nýlega. Og ég hef aldrei séð okkur svona, sko. Nei, þetta er sko bara, ok,
við erum að gefa það svona baksöguna þú veist, við erum báðar ógeðslega keppnisfullar Já, mjög. og við spilum spil til þess að vinna það Og það hræðilegt þegar við erum í sikkur á liðinu, sko. og það ekki gott fyrir sikkur liðinu en við hefum líka lent í því að vera í spilahóp með fullt af fyrst vinum okkar og eitthvað og kannski nokkra vinkonur okkar er eitthvað svona það skiptir eitthvað máli hver vinnur við erum bara, eru þið að djóka? Why are we doing this? Já, við erum að spila til þess að keppa þetta er ekki spila til þess að hafa gaman þetta er hver vinnur þetta Who is the loser and who is the winner? Já, þannig að við vorum þannig á móti hver annari Þú varst fasisti og ég var jú, manst ekki, ég segi við Ég var liberal allan tíman Ég sagði, nei Jú Veistu að ég sagði við þig, ég mun aldrei trúa þér aftur á ævinu minni manst ekki, það særði þig svo mikið Nei, út af því, og já, ég man því ég Eva vorum liberal og það var það sem var svo eitthvað Af hverju ætti ég ekki að trúa þér að vera liberal? Ég man ekki hvernig það var Við spilum alveg nokkra leiki Já, ok En ég segi þetta að ég var ennþá bara í hita leiksins og Birta tók ógeðslega inn á sig og ég var svo lengi að fara úr karakter og hún var bara stóð upp bara, ert að grínast? Akkur myndir aldrei treysta mér aftur, þetta er bara spil ég var bara, ert að grínast? Ég bara, þú lígur bara náður að ljúga, þú verður, já og ég var svo lengi úr karakter þetta voru alveg góða svona 10 mínútur Já, og svo alla heyra stelpunar inn á mér bara, stelpur það er aldrei kæst og hérna, Birta allavega bara fara Já, ég var bara, íbúin og svo allt í henni náði ég þær náðu samfæran að vera eftir ég var bara og hérna tökum fram að ég var í glasi og ég allt og vetrú það heldur ekki og í hormónum þannig að svo allt í henni bara svona jöfnið okkur að hættum að spila þetta og þá var ég bara, oh my god, sorry Birta það hvað var hann mér og þá var ég eitthvað, sorry, ég tók svo allt og illa og það var bara ekki að fyndi en ég hef alveg spilað þetta spil núna nokkrum sinnum og í hvert einasta skiptir mér spila það skiptir ekki máli með hvað hóp það fara einhverjir að rífast bara átó spila þetta með elsta bróður mínum daginn kæristu hans og systur hennar og svona vorum alveg mörg sko og Gunni og eitthvað og bróður minn og mákona hans sem sagt, þú veist nei, ekki mákona hans sem sagt, bróður minn að kæristu og þetta var systir hennar er það mákona? Nei, það er ekki mákona Nei, svölkona Bróður þinn á kæristu? Já, og hún er systur Já, nei, ég held að sé bara ekkert orðið á það Nei, kannski er það til Ég veit ekki Anyway, hann fór bara að rífast við hana Já, ok og hann var bara eitthvað svona þau fóru bara að rífast, skilur þetta er hættulega leikur sko en ég hef aldrei verið jafn mikið inn í þessu og þarna á þessu mómenti vanlega er ég alltaf bara leiðið til búið bara, oh my god, wow, þetta var geggjaður leikur, skilur þarna voru við bara, við náðum bara hver annari á okkur mómenti það var bara maður í ham en vanlega, þú veist, ég þól ekki þegar spila þetta spil af því að svo spilum við annar ránd og þá er ennþá bara eitthvað sem að treysta þér ekki af því þú varst kannski fasist í þá veit ég hvað, ég var að segja þetta orð ég meina þetta er spil já, þetta er spil við erum bara að lýsa spili sem við hægt að kaupa í spilabúðum já, og þú ert vondikallinn í þessi spili, svo ert kannski góðukallinn en manneskjarn sem var góðukallinn aftur góðukallinn hún vil ekki trúa þér já. það er svo margir þannig típi, þú ekki þannig það mátt ekki, þú verður að resetta þig sko. já, það er málið, þú verður ekki að resetta bara svona, ok, ég tristi öllum núna þú veist, þú verður að sanna sig eða gera feilspor já, maður þarf bara líka að sjá hvernig fólk er þegar að ljúga, skilur eins og Benzi, hann er bara alltaf mig, þú er fasti ég er bara átó já. Hann heldur alltaf þessi vondikallin ég er bara og ég er yfirleitt alltaf góðakallin já það er alveg mjög fyndið en hérna þetta er svo skemmtilegt spil, ég mæli mikið með þessi þetta er svo svipa eins og Werewolf já, nefnum bara skemmtilega finnst mér sko já, mér finnst það bara fara eftir ótrúlega mikið fara eftir hópnum stærð hópsins og þannig ógeðslega gaman í Werewolf, það eru mörg mismunandi hlutverk en þannig ég mæli alltaf með því, þú veist, en maður ætti að eiga bæði 100% ég á bæði sko til þess að geta verið skipt á milli algjörlega já, við erum líka en bæði þetta er bæði spil sem það þarf alveg að vera 5+ í já, sem er svona einmitt já, best að vera 6 yfir sko já, finnst mér já 5 er svona dálítið lítið í Secret Hitler já, þú er svolítið fljótur að fatta já, en já algjörlega þetta er svo skemmtileg spil eða er í góðum hóp í núna á þessum tíma þá mæli ég með þessu spilum ég vona að það sé til einhverstaðar já, ég vonaði líka allavega var alveg potið til einhverstaðar þetta er svo mikið að því en Secret Hitler er svona það er alltaf uppselt sko það er alltaf uppselt, já þegar ég var alveg á biðlista þegar ég fekk mitt sko já, ég man sendi vinkunum mín að sækja það ég voru út á landi ég man að Aron átti sitt og ég var búin að bíða bara, þú veist það er bara langt sinni ég pröfa að spila um Aroni já, hann átti þetta spil já
Þetta er spil sem þú varst alltaf að tala Já, um. ég var alltaf að við verðum að pröfa þetta hittarspilið eitthvað. Já, vá, ég man að þú varst alltaf að tala um það, ég var bara, hvaða spil er þetta? Já, hann er búin að, en núna er hann búin að týna sínu. Oh my god, Pældi ég að vera myndi bara svona gráta vitlaus. þetta, þetta er spil, sko. Ég mitt. Kostar 9 skall. Já, fáránlegt. Af hverju kostar spil svona mikið? dýr, svo dýr. Ándjóks. Ég elska spil, samt. Ég líka. Ég er að eyða alveg vandrarlega með pening þessi ári í spil. Ég er búin að kaupa mér, Ég er líka ég held ég búin að kaupa svona 6 spil síðan í júlí. sumar, já. Sko líka í sumar voru við fáránlega duglega að spila. Það var svo gaman. Við erum bara að halda áfram núna. Já, ándjóks, 100%. En hérna, ég á svolítið nýtt uppáhaldspil núna sem að ég á eftir að pröfa að taka þig og Ben segi Hvað er það? sem að er örugglega bara að gerast Bara í núna. dag bara. Já, neðust í alvegni. Þetta er sko, ég og Gunnar erum alveg háði Já. og við, hérna, og það sem er skemmtilegt við þetta spil er að þetta getur alveg farið upp í held ég 6 eða 8 en þetta er fyrir 4 það er ekki oft skemmtileg Já. spil fyrir 4 Nákvæmlega. og við erum svo oft tvö pörin Já. og sérstaklega núna í COVID-skilur þá er maður ekkert kannski Í stórum hópum. endilega í stórum hópum Nákvæmlega. heitir Partners, Hefur hefur þú pröfað? Nei. Það er ógeðslega skemmtilegt. Ég elska að heyra um nýja spil sem Já. er skemmtileg sem Það ég hef er ekki sko pröfað. ógeðslega skemmtilegt. Þetta er svona strategía og þú ert að vinna saman þetta var það eitthvað spila þetta en hérna whatever en hérna þú ert að vinna saman með makanínum eða þú veist með Já. þeim sem þú ert með Í liði. bara þú veist þú ert bara einn og einn liði nema ekki fyrr en þú ert að vinna með hann allan tíman með ekki tala saman en þú mátt ekki fara að hjálpa honum fyrir en þú ert búin að vinna þitt Já, ok. þannig að þú veist þú ert rooting for each other Já. samt svona ekki alveg Ok. samt er það en bara til þess að vinna hina tvo sem er líka að gera slíkt til sama Nice. þetta ok. er geðið skemmtilegt Og við eigið þið þetta? Já. Ok, þannig að við þurfum ekki að fara að kaupa. Nei, við fórum bara, við erum bara pröfum þetta hjá okkur um vinans Gunna. Já. Og fóru við að kaupa það? Nei, og sögðum bróðir hans Gunna frá því Já. og hann fór að keypti það. Ah. Þannig að við vorum alltaf eitthvað svo fáða lánað, fórum til Það er Aron óþolandi. Hildar. Já. Óþolandi, þannig að við vorum sáða daginn á tilboði, bara 20% afslætti, við verðum að taka. Hversu dýrt er þetta spil? Á fullu verði held ég sé kannski 6. Já. Þannig að þetta er alveg svona stórt spil. Já, þetta er borðspil. Já, ok, vá. Og þetta er pínusöld svona, Lítur pínusöld svona út eins og Ludo. Já, ok. Já, þetta er svona þannig Er strategía. board game á þessu? Já. Oh, love. Já, þetta er ógeðslegt. Ok, vá, hvað ég spennt. Loksins nýtt spil. Ég veit það. Við vorum að kaupa okkur Codenames af því þið kynntu Já, okkur fyrir því. já, Það já. er mjög skemmtileg líka. Mjög skemmtilegt. Þá var maður sem sagt með svona orð á borðinu og þú átt að lýsa fyrir hinum með einu orði. Já. Og hann á að giska. Og ef hann lendir á, þú veist, vitleysu, þá getur hann annarkvæmst bara eyðilagt leikinn, game over, eða hinir fá stig eða ekkert. Eða ekkert, já. Það er mjög skemmtilegt spil. Já, mjög Og það skemmtilegt. er svona spil líka fyrir 4. Já, þú getur spilað það með 4. Er þetta fyrir fleiri? Já. Ég hef aldrei verið fleiri í því. Jú, ég held að sé hægt. Já, Ég getur er verið. nokkuð vissum að sé hægt. Að þið er bara rauður Já. og blár. Kannski er það bara rauðara. Jú, þau eru kannski með stærri lið. Já, Já. það er fleiri í Já, liðinu. fleiri í Og liði. þetta er svona komið saman Já. hvað þið ætla að velja. Algjörlega. Og við keyptum hana Dónalú-útgáfuna líka. Þetta er það? svona allt útgáfa. Það Já. er bara svona geðveikt Dónalú. Já, ógeðslega dónaleg. Kjöllusafi Já, og eitthvað já. svona. Maður er svona, what? En það er mjög skemmtilegt. Það er erfitt að útskýra það. B5. Já, kjöllusafi á B5. Hvað var þetta í kjöllusafanum? Það var Smirnoff Ice og Það er drikkur á B5 Já. sem hétt Pjölusafi. ég held að það sé alveg skýrt. Ég veit það ekki. Smirnoff Ice og vodka. Nei, þú veist, já. Já. Bara, ef einhver var confused. En Smirnoff Smirnoff Ice Ice, vodka og eitthvað svona líkjör. Já, eitthvað svona bleikur líkjör. Ói, já, og þú veist, nei, ok, ég ætla ekki svona að segja það sem ég hugsa. Ok, Jú, segðu. nei, við gerum það ekki. Nei, nei. En já, þetta er mjög ógsljóð drikkur, eða þú veist, Já. svo sigraði drikkur, en Já. mjög geggjaður. Mjög geggjaður. Gamla góða B5 maður. Líka þessum tíma, Birta, djammið alltaf. Sko, við erum búin að vera að fá núna svona Snapchat memories. Já, oh my god, bara B5 alltaf. Það sem við vorum að gera síðustu ár. Guð minn góður hvað times have changed. Án gríns. Little did we know. Án gríns. Það er einu sem ekki sagt, sko. Það er bara næsta ár. We Það voru always have líka- next year. Það voru líka litla baby í orðin mjög stór. Þannig Mjög að við getum hoppað bara á B5. Hún kemur bara með. Já, hún er Bara komin ótrúlega bara gaman. aldur. Já. En hérna, nei, algjörlega. En guð, maður veit ekki hvað gerist á einu ári. Það getur margt og mikið berist og gerst. En já, svona ef við fyrir aftur Í spilin.
Já, þurftu það. Hvað? Nei, ég ætla að segja en jú, ég ætla að segja það bara, partners eru örugglega svona í uppáhaldi hjá mér núna. En þú veist, svo maður elskar Sigrid Hitler, maður elskar Werwolf og maður bara tekur smá svona törn. Já. Og það er gott að eiga svo mörg til þess að skipta milli, já. En eitt sem ég finnst líka skemmtilegt er hann íslenska spilið Pub Quiz. Já, það er ógeðslega skemmtilegt. Ég elska það. Hvernig ertu að spila það samt? Við drögum það er náttúrulega, það er engar svona þannig reglur sér. Nei, það er allir með málið. sikkur reglunar. En það sem ég gerði seinast í spilaði, setti alla flokkana niður. Já, bara svona borð. Og dró svo einn úr hverju fyrir hvert lið og svo bara skiptust á að spurja. Já. Og það var rándið, skilur, þannig teldu við stigin. Þannig að voru að skrifa svörinir á blað eða hvað? Nei, við spurðum bara hvort annað, við vorum bara 2 lið, skilur. Já. Þannig að ég kannski með fyrir fram mig og þú er fyrir fram þig, öll spyrin. Svo spyr ég og þín á að reyna að fá eins mörg stig á spilinu og svo skrifið þau stigin niður og svo er bara næsta og þannig að rándið búið. Liðið fær ekki sömu spurningarnar, basically. Nei. Já, ég spilaði þannig líka. Já. Það gekk aðeins verð fyrir sig. Já, við höfum einmitt verið pínu að spila þetta þannig. Við höfum spilað þetta þannig þar sem að við höfum skrifað niður svörin. Það er svolítið svona langdreið og maður einn í liði og eitthvað þannig. Svo hefur við líka spilað þetta þannig hver er fyrstu bara öskra svarið. Það er alveg mjög erfitt. Það var alveg frekar flókið. En það sem getur líka verið mjög fljótt að líða því þá er maður ekki að teka nei, en ég mæli mig þá, þetta er greinilega mjög góða leið sem umhverfum minn kenndi mér. Mér finnst þetta hljóma mjög vel, sko. Þetta er mjög skiplagt og það er enginn með sömu spurningar og maður er bara, þetta gengur mjög hratt fyrir sig. Það er mjög skemmtilegt spil. Já, það er bara svona basic spurningaspil og ég elska spurningaspil. Og líka öll þessi hin spurningaspil sem eru til, þá er, ok, kannski ekki fyrir utan ef ég tel ekki bestið sem með, en öll hin svona venjulega spurningaspil eru orðin svo gömul. Já, eins og 3% og Party og Co. Party og Co, það má alveg koma ný uppfærsla Party og Co. Ég er að býða því, sko. Við erum búin með öll spilin. Uppáhaldsspilið okkar byrtið Party og Co. Nýjasta sem hefur komið, sem kom út 2002 eða eitthvað, ég veit ekki, nei, 2015 eða eitthvað. Já, örugglega svona 2014-15, sko. Og nei, sko, við kunnum spurningarna utan af. Það er vandamálið. Þú veist, núna er komin spurningar sem við veitum svarað þessu. En þú veist, maður lærir svo mikið á svona spili. Ættum á, 100%. Bara svona fun facts og þannig, já. Mér finnst það mjög fræðandi og skemmtilegt. Mér finnst það gaman að svona testa my knowledge, bara svona algjörlega svona skemmtilegt. En ef ykkur er að hlusta sem þekkir eitthvað sem er að búa til Party og Co, en að búa til nýtt, please. Já. Bara ég vil fá það bara strax, 2021 version. Ángríns, ég skal hjálpa að búa til spurningar eða vantar eitthvað, sko. Það er bara minnsta mál. Við erum desperate, sko. Já. Þess vegna er mjög glöð að Pub Quiz koma út, af því það er spurningaspil. Já. En mér langar svo í svona board, svona, með svona krökkum og, við nefnilega gáum jólagjöf í ár og sem ég er ógeðslega spennt að fá að pröfa með. Já, við gáum öllum systkinunum okkar sem eru, þú veist, þannig sé með aldur til að spila og lesa borðspil og gáðum öllum gefðu hint. Já, er það ekki frá Bestsellers? Jú, það er söm að gera Bestsellers. Já, ég ætla að kaupa mér þetta, ég veit samt ekkert hvernig það virkar. Þetta er eitthvað svona, þetta er leikateikna og smá svona alias, held ég. Það er smá Party og Co vibes. Já, það er smá Party og Co vibes, þannig að ég er mjög spennt að pröfa að spila þetta með þeim. Já. Og við erum að fara að gera það bara á þessum tímabili núna. Já. Og líka núna eiga öll systkini mín þetta, þannig að mér þægilegt, ég get alltaf fengið þetta að lána líka. Já. Þetta var very smart gjöf. Já, nákvæmlega. En ég segi, ég get pröfað þetta fyrst með þeim. Já. Og ef þetta er bara eitthvað geggjað, þá bara kaupa okkur þetta sjálf. Já. Þú bara lætur mig vita. Bara leið og ég veit svarið. En ég er mjög spennt. Mér fannst það mjög góð til dæmis jólagjöf í ár. Ég elska spil, að geggjað spil í jólagjöf. Við tvær sérstaklega, ef einhver myndi gefa okkur spil og erum bara, yes! Þetta er rándýrt, dæmi, sko. Þú veist, maður er tímur ekkert að vera að kaupa sér endalist að spilum, sko. Nei. Þannig að það er geggjugjöf. Það er geggjugjöf og líka bara, þú veist, eiga nóg, þú veist, bara svona, því ég fer til fólks og kannski svona, maður sér þau á bara geggja safna spilum. Það er skemmtilegt fólk. Out og legend, já. Þú ert bara out og skemmtileg manneskja. Ég ætla bara að eiga svona herbergi í framtíðina, svo lappar inn og það er bara öll spil. Bara glemdu skrifstofu með einhverjum bókum. Já, einmitt, bara spil. Þetta er basically svona spurningsspil, en þetta er alveg fræðandi okkur bækur, sko. Ég myndi segja það. Þú þarft ekki orðabók og fer bara inn í 3 episode. Það ég man því ég kynnti Gunna og hann var með svona bílskur hjá sér, bara geðveikt mikið að spilum og ég var bara, wow, komast ljós síðan, þú veist, helmingur spilum glutið. En við erum alltaf, við reynum alltaf að fara inn í bílskurni og Gunnar, ok, það hlýtur að vera eitthvað. Eitthvað er hérna, já. En hann með öll svona
gömlu góðu spilin svo hættuspilið Já, og maður fær svona ekki flashback þegar maður var yngri. Það var alveg að gera eitthvað comeback núna aftur. Að það? Hættuspilið, já. Já, ok. Það var eitthvað geðið mikill hiti fyrir, ég man ekki eitthvað át að hverju. Ok, ég dýrkaði hættuspilið, sko. Já. Ég veit svona, ég man ekkert hvernig það virka lengur í dag. En ég man að voru svona Er það litið ekki svona eitthvað- rauðir svona knappar Já. og fólk, maður var eitthvað fólk. Já, jú. Maður sé. Svo líka 70 mínútna spilið. Ok, það var geðveikt. Það var þú bara að drekka ógeðstrykki og Nei, þú veist sko. að sleikja tær og eitthvað. Vá, ég á það einhvers stað, sko. Þú þarft að finna það. Já, þetta er til að fara í það. Já. Og það geggjaði að eiga svona gömul spil líka, Já, sko. það er líka, ok. Svona gott Við flashback. tökum þetta tilbaka. Já. Það er alveg gott að eiga líka outdated spil. Já. Fyrir flashback og nostalgíu. Einmitt, talandi 70 mínútur spilið og partískellur, sjátt á þetta þá líka, það er geggja spil, sko. Á eftir að pröfa. Herðu, ég á það. Ég veit það. Þú voru að koma til mín. Ég veit það. Það Við er erum bara æði. að taka partners og partískell á Einmitt, eftir. við getum líka bara fyrir 4, sko. Er það? Já, Í partískell? já. Ok, nice. Það er mjög skemmtilegt. Það er svona, Við eigum alla hérna skellina. Já. Hanna, við að dreini sem Gunni er ekki búin að pröfa það. Nei, hann er að þú skilur ekki Sunnu Nei, hvað sko, hann var fyrst- afbrýðsamur þegar þú varst að spila þetta fyrst. Fyrsta mannskjan sem ég sagði frá að ég væri að fá þetta spil var Gunni, sko. Gunni er mesti, fan bara sem ég veit af Já, þeim hann má öllum. bara segja það. Já. 100%. FNÍ blöð. Hann algjörlega Já. og það er bara, ég held að já, þú veist, hann Erum við ekki all fans, við erum það, en Gunni er ekstrím, sko. við erum tala um það. Þú veist, þetta er ekki mönnum bjóðandi. Hann er svo fyndinn með þetta. Þeir voru auglýs eitthvað í útvarpinu daginn eitthvað, þú veist, það væri tilbúið okkur mat eitthvað staðar, þú veist, eitthvað þeirra gegga eitthvað, ég veit ekki hvað það var. Já. Og heima síðan hjá fyrirtækinu sem þeir voru auðvitað var ekki að virka, þannig að hann var bara sendandi þeim skilabóð, bara hæ, er þetta partibæður og þetta bara er ekki að virka og ég bara, Gunnar og svona mest þreytandi manneskja bara auðvitað átt að senda á fyrirtæki sjálft. Já, ég get ekki séð fyrir mér að og þeir eru bara, já, heyrðu, heima síðan. Heyrðu, ekkert mál. En svo var hann eitthvað, svo fór heima sín lag og allt komið gott, það bara eittan skilabóðum. Já, og hann er oft búin að senda þeim eitthvað sem verður búin að eyða. En hann á eftir að pröfa það og hann verður expose hann svo mikið. Já, greið barni. Litli Gunni okkar. En hann hlustar ekki, hann kemst Nei, aldrei að þessu. ángríns. Hann hlustar einn og einn þátt. Ég hef lært það, já. Hann var hvað þátt var hann að hlusta? Jú, hann hlustaði til dæmis á allan Siggu Kling þáttinn. Ég eitthvað, vá, fyndi. Já, þú veist, I don't blame him, sko. Nei, en bara svona, þú veist, af öllum til þess að vera, þú veist, já. Af því að hann trúir ekki á stjörnumerki. Já, Skilur, þá var ég bara, ha? Já, bara skemmtilegt. Spes, já. Kannski fekk hann góð innsýn inn í. Algjörlega. En já, partískell, ég veist til að pröfa það. En já, ég er ótrúlega spennt að pröfa að gefa hund. Já. Og við verum að testa það saman. Já, ég er mjög spennt að pröfa það á partners. Og partners, já. Já. Þú átt alveg eftir að dýrka það, sko. En það er svona, þú veist, það er ekki svona jafn mikið action, það er meira svona hugs og svona. Það er sem ég elska. En það er svo satisfying að vinna. Já, ég elska svona Það er svo hugsaspil. satisfying, já. Ég elska samt líka svona eins og Pictionary og þú veist, hvað langt ég fyrir Pictionary? Já, að því að Party og Co. eiginlega tók yfir, þá var maður Já. að teikna, leika Mér og finnst það svo gaman að teikna og giska og eitthvað. Já. Það er svo góð stemming. það er ógeðslega góð stemming. Já. Vá. Ég finnst bara ekki að við myndum fara í svona mikið spila um það. Þetta var alveg óvart. En ég held að ef þú ert ekki spilamanniska, þá ertu bara ekki að pröfa rétt spili. Já, ángríns. Ég skil ekki fólk sem hatar að spila. Nei. Það er bara skemmtilega sem ég veit og bara ein góð ástæða til að hitta vinn sína eða chilla og hafa gaman fjölskyldinu sinni. Það er svo, já, ég bara elska. Það er líka ekkert skemmtilegra en þegar þú nærð að plata fóreldræðina Ég að spila. Ángríns. Þú veist, þegar maður sér, það er ógeðslega skemmtilegt. Svo þau ekki að hlæja yfir spilinu. Já, Sjúklega það skemmtilegt. er svo gaman, sko. Þannig að ég mæli 100% með því líka. Já. Að reyna að plata því eitt, hvort það sé Party og Co. eða Það eitthvað er svo gott fyrir alla. Já. Sittast niður að spila. Nákvæmlega. Algjörlega. Herra, ok, svo ég var að pæla því við tökum náttúrulega gamla stóttir núna á 50-daginn á gamlársdag. Yeah. En það er svo margt á að taka á þessu ári Já. að við eigum aldrei nema við tökum 4 tíma þátt eftir að geta komið þessu öllu frá okkur. Er enda true. Þannig ég fór að hugsa ef við kannski að taka smá svona umræðu í þessum þætti núna. Og það var því við eittum stórum hluta af þessu ári bara heima hjá okkur. Já. Og í símanum með á netinu og þú veist, eins og við tölum með Lil Curly eða svona TikTok að springa og kontenti sem vorum að fá og allt það. En það voru líka fárala margir góð þættir
sem kom út á árinu Já. og ég fór bara svona að hugsa hvað, þú veist ok, erum við ekki öll náttúrulega bara át og að fara að segja Tiger King 8 þetta ár Vá, ég má gleyma þeim, sko. það? Já, Tiger King? já. Mér finnst það ekkert eitthvað bestu þættinir. Nei, ég bara segi þetta var svo sérstakt Já, mjög. þetta var svo nýtt Þetta var svo weird. Carol Baskin, allt þetta, Já. þetta þú veist, svo voru allir þetta á Halloween Já, mjög steikt. þetta var bara svona, mér fannst þetta eitthvað svo, við vorum först heima við vorum nýtt þess að horfa á einhvern mann sem átti fullt af tígristýrum, Ángríns. þetta var svo weird Þetta var, ég var að horfa á þetta og ég var bara svona, hvað er ég að eyða tímanum í? en samt slökti ég ekki Já, því maður hafði ekkert annað að gera. og ég var að hugsa, hefði þetta komið út 2018-2019 Það var enginn hort á þetta, ég er sko. nefnilega ekki viss Örugglega ekki eins mikið nei, allavega. þetta hefði ekki náði að miklu vinsöldum Það voru líka bara allir bara að bíða eftir einhverju nýju bara inn á Netflix. já. Og ég fór að hugsa, ok, svona þættir sem ég man sem að koma út þessu ári er til dæmis, þú veist, Tiger King, Love is Blind horfður á þá? Ég voru einhverju tvo með að staða algjör vitlisa. Já, algjör vitlisa, ok Too Hot to Handle Þú horfðir á það? Já, já, það Og var það svo var stutt. Já, mjög stutt Það voru bara 6 þættir eða eitthvað. Það var líka algjör vitlisa Já, bara 100%. Fengum fyrstu Love Island Winter Season Í byrjun ás. Já, Best sakna. Ég best trú ekki að vera á þessu ári. Ekki ég heldur What the fuck? að því ég veit, sko, þetta er nákvæmlega ástæðan okkur ég tek þessu umræðu núna en ekki næsta þetta er því ég veit að næsti þáttur getur basically bara heitið ég trú ekki það að vera þessu ári Ángríns. að það er svo margt sem er búið að gerast þrátt fyrir að svo lítið gerðist Nákvæmlega. og veist hvað ég meina, þú veist maður var ekki að ferðast mikið og maður var ekki að fara mikið samt svo mikið búið að gerast Já. og þetta árið búið að vera svo langt Svo langt en samt svo fljótt að líða. þetta er galið Sumarið hljóp framhjá en það var samt geðið langt og næs. það er bara algjörlega Mjög steikt. styrla, sko Þetta er mjög skríti ár. Þetta, já. Mér líður ekki svo að fyrsta bylgjan hafi verið actually þessu ári. Mér líður ekki svo COVID var ekki til á þessu ári Nei. á Íslandi. Nei. Oh my god, ég sé ekki verið þessu. Ég veit Þetta er rugl. Já, ok. Love is Blind, Too Hot to Handle, Tiger King, Love Island Winter Season, Queen's Gambit. Já, þeir eru nýjir. Þeir eru nýjir, ertu maður að horfa á? Nei, ég er að horfa á Crown. Ertu byrjuð? Já. I Ég am byrjaði so að leiða að þú proud. byrjaði að tala um þetta svona mikið. Ó, ég vissi ekki að þú hefði byrjað. Og þess vegna er ég alltaf að senda það TikTokinum. Hún er alltaf að senda mig TikTok og ég er bara eitthvað svona, I know this family, right? Ég er bara að býða, þetta er svo geggjað því að þá býðu eftir að þú klárir og tökum Royal Family þátt. Ó já, 100%. Ég er núna all in for it, sko. Að það ekki? Jú. Fyrst var ég svona, ok, Royal, en núna er ég bara, En það tók þig alveg, ertu ekki sammála, ég þurfti alveg að horfa á 3 þætti til þess að detta inn í þetta. Ég horfði á fyrsta þáttinn svona 6-unum. Já. Ég er búin að horfa á hann síðan, þetta byrjaði að vera svona hot á Netflix. Ég er búin að reyna svo oft. Ég líka, sko. En núna er ég alveg dóttir inn í þetta, sko. Já. Ég man ég reyndi þetta út í Bretlandi líka og ég var eitthvað svona meh, veist Já. þetta grípur þig ekki í fyrsta þætti. Nefnilega Það ekki. er bara að gera það ekki. Alls ekki, en þetta er alveg þess virði að reyna að komast í gegnum það. Algjörlega. Þetta er alveg mjög áhugavert. En jú, það kom náttúrulega, þú veist, ný sería Crown, þannig Crown er kannski ekki nýtt á þessu ári, Nei, en þú ert ekki búin að horfa á Queen's Gambit. nei. Er þú? Já, Ok, góður sko. ok. Mjög góður. Ég þarf að tjekka þeim. Ég var næst búin að kveikja þeim þegar ég held að það var það sem þú voru að tala um. Já. Svo er ég bara, nei, þetta er ekki Elizabeth. Þetta er ekki Elizabeth. Nei, en þeir eru mjög skemmtilegir sko. Já, En ég þarf að tjekka þeim. En ég veit ekki hvort að þú veist, eru þessi þættir sem kom út í ár geði skemmtilegir eða er maður bara Þú horfður ekki á hana nýju sérinn daginn með Nicole Kidman sem Kim var auðvitað, hvað hétur það eftir? er það að tala um The Undoing? Já. Já, eftir að horfa. Dude! Ég veit það. Það er Þá get ég bara ekki af sagt því að neitt. Nei, það er bara af því að ég sagði við, ég var bara ok, Þeir eru ekki svona skeri eins og ég sagði nei en Hildur fór að horfa á þetta eftir þér og hún bara byrjaði að horfa á Undoing ég nei, ég er ekki byrja og ég eitthvað svona, að Gunni er bara alltaf að vinna kvöldvaktir og stundum Já. nætuvaktir og ég ætlaði bara að horfa á þetta með honum og þá var ég bara svona, ég var komin inn og það bara fuck it, ég horfa bara á þetta einn skilja, skiptir engum máli að því er alltaf ein heim á kvöldin og svo sagði Hildur mig, já, ég er að horfa á þetta og ég eitthvað, ok, ég er bara að fara að byrja en þú veist, ég þarf bara að horfa á þetta einn, ég mun ekki horfa á þetta með Gunna út af því að hann er aldrei heima og hún eitthvað, ég sé smá eftir ég hef ekki hort á þetta um Aruna því ég get ekki rætt þetta Já, þá meðan ég er að horfa á þættina já, og kannski. þess vegna hef ég verið að býða Já. með þetta en núna er hann komin í jólafrí
Loksins getur horft á Þannig að það. núna getum við hort á þetta. Þú voru að ræða við mig þegar The Undoing. Já. Ég verð að segja, nei, ég ætla ekki að segja neitt. Ég ætla ekki að skemma þetta fyrir þér. Nei, ekki Nei. gera. Getum tekið þessu umræðu En bara. þeir komu og þú veist, ég mæla alveg með að horfa á það. Það er mjög, þetta Það er mjög náði skemmtilegt. mikill vinstum Já. allana. Allana, þú veist, allana samkvæmt Og þú stjórnunum. veist eitthvað svona hvað dó strax. Já. Umræðan var ekkert lengur. Hún var rosalega stutt. Hún var bara hype down. There is a reason for that. Það er svolítið, Já. umulur endingrannlega. Já, smá. Sorry. Nei, maður fattar það. Já. Maður fattar það ef að hypeið er svona. Já. En þú veist það, já, þá er ekki að koma einhverjar svona samsæmskenningar eða eitthvað, skilur við. Nei, nákvæmlega. En já, við skulum ekki tala meira um þetta Nei. fyrir þig. En ok, af þeim þáttum sem að koma út á árinu, hvað stendur upp úr? Af þessum sem varst að nefna, Love Island, allan daginn. Já, auðvitað. Ég er Love bara að Island elska. Season. Ég er bara svo nefnilega- fegin að við fengum seríu að við fengum hann ekki sumar. Ég nefnilega var ekkit eitthvað, ég var ekki seld þegar Winter Season var að byrja. Nei. Ég var ekki svona, hvernig ætlaði að ná sama væpi Einmitt. betur og Bara geðveikt. ég var ekki alveg að kaupa þetta strax. Nei, Og ég svo var líka ekki að fíla datt ég bara inn í eitthvað þetta. að vera ekki á Magaluf, nei, í Mallorca Já, og já, eitthvað, það var já. eitthvað annars þar í annari villu. Ekki Afríku. Jú, Morocco, já. Já. En þú veist, ég var bara ekki tilbúin í aðra villu. Nei. Af því að maður er svo vanur hinn í villinni. Ég var líka bara ekki tilbúin í nýtt fólk. Nei. Mér fannst Tommy Já, og, það var svo góð og sería. Þú veist, og þau voru öll, Tommy, Mora, Molly, bara öll nýbúin að vera og manni langaði að gefa þeim aðeins meira. Já, bara, hype. Já, þú veist, time to shine. Og maður, ég er strax að verða, þú veist, geta investið í ykkur öðrum. Which we did. En nú er ég samt að reyna að muna hverjar voru í þessum þætti. Þáttum, skilur, þá náttúrulega. Molly Hinn, Já, Molly Hinn, Shanice. Denise, Luke, Paige og Finley sem Já. unnu. Ég er ekki eins mikið að fylgjast með þeim eins og Molly og þeim, sko. Nei, Molly Molly og Tommy, May, já. Molly og Tommy eru 100% hérna, Molly, Tommy, Mora og núna Chris. það er líka par sem kom óvart þessu Já. ári, ha? Wow, what a nice surprise. En það kom mér líka óvart að hún og Curtis hættu saman. Já, ekki mér. Ekki. Nei, mér fannst svo ólíka eitthvað. Og það var búið að vera ekki mikið drama út af dansinum og Út af eitthvað. dansinum, já. Þannig að ég var alveg búið að stuða þessu. Já, kannski. Já. En já, ég held að Love Island að þessum allar hína seríuna voru bara eitthvað sem ég horfði á því með littis, sko. En hitt var eitthvað sem Já. ég fylgdist með hverjum degi Og í það er 2 mánuði. gaman. Ég man bara hvað það gerði veturum minn. Já. Það var bara nýr þáttur á hverju kvöldi. Sko, janúar hjá mig var bara þannig, ég fór í skólan, hljóp heim, Já. að því ég var að ná þessu á breskum tíma, frá já. Boston, hljóp heim og ég var alltaf að livestreama þetta inn á ykkur, bara, ykkur síðu, ég veit ekki hvað, og það var bara, það var ekki bresku gæi, mér bara búin að setja upp síðu, var að livestreama af, ITV, sem er sjónvarpsstöðin sem þetta sýnt á, og svo komin alltaf bara sjónvarpsauglýsingar, Já. af því að þú veist, þetta var bara í beinni, þannig að það var ekki búið að klippa út sjónvarpsauglýsingar. En í hverju sjónvarpsauglýsinga pausu var hann bara að tala, hann bara, hey guys, can you believe that just happened? Og hann var ekki að tala við manna meðan maður var, þú veist, að bíða bara eftir sjónvarpsauglýsingunni. Og það var svo fyndið og maður var orðið svo mikil félagi þessum strák sem var að livestreama þetta. Já, meinar, já, bara, já. Bara einhver gæi. Og hvað það fyndi. Já, sem var- Nægilega þegar maður er bara einn ekki stað. Já, og maður, þú veist, hann heyrði ekkert í mannum og, svona, þú veist, og ég var ofta að horfa á þetta með Catherine, vinkonu minni sem er norsk og við vorum alltaf bara að hlæja af þessu gæi og hann var alltaf að biðja þú veist, eitthvað, hey, farið að followa mig á Instagram og maður var alltaf að fara eitthvað að læka hjá honum og þá var hann eitthvað, hey, thank you alveg snillingur, já en þú veist, árum mitt byrjaði bara þannig, það var bara, þú veist maður hljóp heim eitthvað, drífið sér að horfa Svo kósi. svo gaman. Ég vona svo innilega að við fáum Já. seríu í ár. 2021. Í vetur, Vetra. já, Þú líka veist, ég býst við því að koma sumar. já, ég Að ætla með það að Bachelorette og allt það er í gangi, ég skilur núna. sammála því ef að þau geti þetta Já. þá trúi ég ekki öðru en að hinn geti þetta líka Hljóta að vera að komast að því hvernig geti gert vetrasísuna. Við hljótum að fá allavega sumar seríu, sko. allavega sumar, Já. það getur ekki annað Getur verið ekki bara sett krúið sem að verður bara í bólusetningu og Já, en svo- forgang. svo að Laura Whitmore Hver er það svo aftur? sem er kynnerinn Já. sem tók við af Caroline Flack í ár
hún ólétt. Það? Já, og þú veist hver kærastinn hennar? Já, gæinn sem lýsir. Já, gæinn sem lýsir þáttunum. Hún er bara komin, hún er bara hún er bara... Já, ok. ólétt og ég. Já, ok. Æðisleg. Hún er búin að vera eitthvað félitað, þú veist, eitthvað út af fjölmjölum og blublu. Ok, þannig að ef það kemur vetraserja þá er kannski einhver ný. Af því að hún er ekki að fara að fljúga til Afríku. Og þau bæði þá, eða? Nei, hann heldur alveg. Heldur að hann verð ekki. Hann fer ekki í 3 mánuði í burtu. Það er hann að fara. Já, hann er á staðnum. Já, ok. Fuck. Það má ekki vera neitt annar að lýsa, sko. Það er vandamáli. Þannig að þau getur alveg í vetur. Já. Hún getur alveg rólétt. Það er alltaf leið. En hún getur líka alveg bara tekið barnið með í sumar, eða ekki? Jú. Hún er bara, hún kannski... Apríl, maí, hún kannski... Ekki, hann kannski að lýsa, hún með honum og einhver annar kynnir. Já. Af því við gætum alveg tekið öðrum kynni af því að við erum búin... Af því við erum búin að þurfa að gera það áður. Já, ég tek ekki öðrum lýsanda. Nei, ég get það ekki. Það er bara eitthvað svo mikið við hann. Röddinn hans, hann er svo fyndinn. Hann er skoskur, eða ekki? Jú, hann er skoskur og hann er svo kaldhæðin og fyndinn. Ég dýrka hann, sko. Já, ég líka. En ég var bara svona, þetta með því fyrsta sem fyrst hugsaði, oh my god, til hann ekki, oh my god, gaman, oh my god, blablabla. En svo hugsaði ég, oh my god. What now? Hvað við sumar? Er það fyrsta barnið þeirra? Ok. Cute. Spennandi. Já. En svona er maður alltaf að haldast í hendur við Love-Island fólkið, þau sjá það. En 100% vetraserja Love-Island stóð upp úr. Mér fannst ógeðslega skemmtilegt að kynnast Love is Blind konceptinu. Ég er alveg sammálaðir, þetta sko hefur ekki tætnar þar sem að Love-Island hefur hæluna, sko. Nei, og ekki heldur Bachelorette og Bachelorette, sko. Þetta er miklu betra en miklu verra aldrei en Bachelor. Já, pottet, sko. Finnst mér allavega, sko. Já, ég get alveg trúið því, þetta var bara svo skrítið koncept, en maður var svo invested að því þetta var svo skrítið. Já, ég dætti ekki nógu vel inn í þetta, sko. Nei. Ég var bara svona, hvað er í gangi? Veistu hvað kom lík út á árinu? Hvað? Sem ég held, núna þarf ég að googla þess að En serían fyrir mér er svona, það sem ég tók á þessu ári og minnum geðið mikið 2020 Money Heist. Já. Ég tók það með trompi og bara kláraði alla seríunar. Oh my god, svo góð. En það er ekki sería sem kom út á þessu ári? Það kom ný. Já, kom ný. En þetta er bara þessi sería fyrir mér er 2020. Já, ég skilji. Bara allar. Bara Money Heist 2020. Það er bara, þú veist, eitthvað sem að minni þig á. Hvað ertu að spila Bella Ciao mikið? Jú. Í sumar og svona. Ég kom bara öllu inn í þetta einhvern veginn, en samt voru þau ekki að horfa á þetta. Nei, það var bara örfáður búin að horfa á þetta. Já, en það er ekki margir, sko. Nei, þú veist, af okkar við voru bara örfáður búin að horfa á þetta. Önnur sería sem kom út á Netflix í ár, sem var svolítið svona líka bara svona, Netflix var mikið að pröfa sig áfram í árum með svona raunveruleika. Þú veist, með Too Hot to Handle, þau voru með Love is Blind, Tiger King sem er svona vissulega raunveruleika samt heimildaþættir. Já. En svo voru líka með þættina Circle. Já, guð. Ég pröfaði þátt. Mér varst það hræðilegt, sko. En ég gaf þessu engan sjans. Nei, ég kláraði þetta, sko. Og hvað er það skemmtilegt? Ég varð invested svona smá, en þetta var svona... Þannig að ég get sett bara hvað sem er fyrir fram að þig og þú er bara, ok, I'm invested. I'm invested. Það sem er bara skrítið því, just, og ég veit að bara það að einn þátturinn sem ég hef ekki hort á er Bachelor og Bachelorette. Það er bara skrítið. Þú veist, ég veit leiðu kveikja þessu, þá er ég... Já, nei, sko, við erum bara dettin í 2021. Bara til já. Bara it's a goal. Ég bara, eina sem er mitt svona vandamál með þetta, að ég gef mér ekki tíman í að fylgjast með þessu live. Já. En ég gerði það. Ég gerði það í einu seríu, mér var það geðveikt gaman. Svo byrjaði ég núna á seríunni sem er núna, eða var núna. Ég man ekki hvort ég er búin. Ég er ekki búin að fylgjast með. En ég er að horfa á fyrstu þættina. Og mér finnst það geðveikt skemmtilegt. Já. Ég var geðveikt investið af því þetta var gælla líka úr hinni seríunni sem ég var búin að fylgjast með. Já, ég var búin að fylgjast með þessu skvís áður. Já, þannig að, en ég var að gefa mér tíma í þetta næst. Já, algjörlega. Alveg skemmtilegt. Og ég held að við ættum að gera okkur svona Bachelor kvöld og Bachelor kvöld. Já, ég til að. Það er svona algjör. Svo þegar Love-Island byrjar þá tökum við það. Já, við erum bara saman bara alla daga. Og svo ætlum við að byrja á, við ætlum líka, það sem er okkar markmið núna 2021, er að gefa einhverjum nýjum Real Housewives séns. Já. Við ætlum 100% að gera það. Já, New York, eða ekki? Jú, er það ekki? Var það ekki næsta lista? Sko, það sem mig langar ógeðslega að sjá er þarna Salt Lake City. Ok. Og það er þarna með gælunni, ég sendi það voice message daginn. Já. Ég sem sagt var að hlusta á eitthvað erlent podcast og þá var að vera að tala um nýju seríuna af
Salt Lake City. Salt Lake City sem var bara að byrja. Já. Bara season 1. Já, ok, þá getur við byrjað beint inn í 2020. Já. Ok, það er næs. Skilur, það er alveg næs. Og þar, mér skildist, ég er ekki búin að horfa því ég hugsa, því ég veit alveg svona ef ég með kveikt hefði bara dottið inn, en ég hugsa, ok, ég ger það með snuð. Já, við verðum að gera það saman, sko. Mjög skemmtilega held ég, sko. Maður verður að geta rætt við eitthvað. Einmitt, af því að við erum að bíða sko, rauntíma. Já. Ef þetta væri bara hvað það væri komna 3 seríur. Já, þá getum við byrjað, en samt þyrftum við eiginlega að byrja saman af því að eins og þegar ég var að horfa Real Housewives of Beverly Hills, þú byrjar undan mér. Já. Það var svo gott að geta senda á því bara, oh my god, ég fucking hata. Já, nákvæmlega. En þar sá ég eitt og ég er ekki að spoila neinu en eitt þannig, en þetta er víst eitthvað mjög svona kristinlegur eða trúað bæjarfélag. Ok. Og þú veist, þetta er mjög svona trúað og sem bara öðruvísi fyrir okkur til þess að horfa á. Þú veist, við hefum ekki verið að fylgjast með fólki úr þannig umhverfi í rauninni. Og það er einanna sem að giftist manninum hennar ömmu sinnar. What the hell? Amma hennar dó. Nei, hættu. Jú, amma hennar dó og hún hafði eina ósk og það var að barnabarnið sitt myndi passa upp á mannin sinn. Og hún giftist honum. Og hún er gift honum í dag. Ég ætla að vona að þetta sé frekar bara fyrir peninga, sko. Eða, þú veist, frekar en eitthvað annað, því annað er sick. Ég vona þetta sé ekki meðverkningskast að þú giftist bara, æskilur. En hún ég held að amminu vildi ekki að hún myndi giftast honum, sko. Jú. Ha? Ok, það var það bara meðverkni. Er það ekki? Jú. Þetta er bara, ég veit ekki meir um þetta. Ég myndi frekar, það meikar ekki sens. Þetta meikar engan sens. I know. Akkur myndi hún giftast honum? Ég veit það ekki. Alltaf hugsa greið gamla mannin, skilur. Já, sammála. Og það ekki að giftast honum. Hún ávist alveg líka nokkuð barnaböld, sko. Ætli það sé til þess að fá, þú veist, þegar hann deyri eða eitthvað, eða þú veist. Ég veit ekkert hvort það sem maður sé eitthvað ríkur eða ekki, sko. Það var ekkert eitthvað, en eins og ég segi. Ég skil ekki með að giftast honum þá. Ég skil ekki heldur að giftast fyrir peninga, ég tek það fram, en maður veit aldrei með þetta fólk sem er í svona seríum. Algjörlega. En what the hell? Ég veit. Ég er sjokki. Sorglegt. Þess að ég veit ekki meir um þetta en bara þessi setning. Þetta hlýtur að vera eitthvað business deal, sko. Bara vonandi. Og það er svo mikið af svona business marriage sem maður úti, sko. Algjörlega. En þetta er mjög kristil líka eða svona bæjarfélag eins og ég segi. Þannig að þarf hann að vera giftur. Eitthvað, kannski, já. Ég veit ekki maður. Vá, þetta fokkar mér upp, sko. Ég veit, en eins og ég segi, ég veit bara þetta og ég hugsa, ok, þú veist, ég ætla ekki að kynna mér þetta neitt frekar en ég ætla bara að sjá út í þættinum. Já. Ég ætla bara að sjá hana útskýrt í þættinum. Hún hlýtur útskýrt það. Hún gerði það? Já, ég er mjög spennt að tala um það. Það er eitthvað sem er búin að horfa á þetta og þau eru bara, heyrðu, stelpur, það er saga. Já. En við vitum ekkert, þannig að við erum frá að komast að þessu. Já, en það er svona eitthvað sem er með á markmið fyrir næsta árið, alltaf til þess að horfa á. Já. Og svo líka núna erum við bara öll að bíða en nýjasta sería við Jú átt á náttúrulega að koma út núna í janúar. Mér langar svo að komi núna. Ég veit, við líka. Dammit. Víta. Það var geggjað að getum bara að chilla milli jól og nýjars heima þér að horfa. Já, oh my god, það er best. Oh my god. Sagt. Veistu hvað kom líka út á þessu ári? Nei, hvað kom það út í fyrra? Guð, nú verði ég aðtöa. Hvað? Þarna heimildaþættinir um hana kettina. Ok, nú veit ég ekkert hvað tala um. Jú. Það sem, þetta var svona morðmál. Já, hana cyber eitthvað killer eða... Hvað hét þetta? Nei, við verðum að vita, þú veist, eitthvað svona... Skrifa eitthvað cyber cat killer eitthvað. Cyber cat killer. Ég man ekki, þetta var eitthvað weird dæmi. Ég var bara að gleyma þessu. Don't fuck with cats. Já, don't fuck with cats. Það kom þá á þessu ári. Það var alltaf trending á þessu ári, sko. Það var trending á þessu ári. En fannst þér það ekki að þetta er það? Var þetta ekki mynd? Það kom í enda 2019. Var þetta ekki bíóspóla? Bíóspóla? Þetta var heimildaþættir. Já, ok, voru þetta þættir? 3 þættir, já. Þetta kom desember 2019? Já, bara 18. desember 2019. Þannig að þetta er svona eiginlega komin á... Var maður ekki að horfa á þetta í svona apríl eða eitthvað? Nei. Í sumar? Ég horfði á þetta bara í janúar, sko. Er svo langt síðan? Já. Vá, ég man ekkert. Ég man bara hvernig ég byrjaði árið, það var Jú og Don't Fuck With Cats. Vá, ég get ekki tíma að setja þetta hvenær ég horfði á þetta. En horfður á þetta? Já. Já, ok.
En ég horfði á þetta þegar allir voru að tala um þetta, sko. Þannig að, Já. Ég var vá, náttúrulega- ég trú ekki svona langt síðan ég horfði á þetta. Jú, þú er pottið horft á þetta á saman tíma ég, sko. Já, hann getur Alveg pottið. Þú samt örugglega aðeins á undan hann út í Bandaríkjunum. Já, en ég horfði bara á þetta því Aron Hildur kom út og segði mér frá þessu. Já, ok. Og þau voru að tala um þetta. Skrítið. Þannig að, Ég var náttúrulega úti í New York og Florida í byrjun janúar, sko. Þannig ég örugglega horfði á þetta sem februar eða eitthvað. já, samhliða vinter season of Love Island. Já. Þetta er tvent. Ég held ég klára þetta bara í einu kvöldi, sko, eða eitthvað, sko. Þú veist. Já, ég held Pottið, að. sko. Ég held En að. svo er eitt hérna, talandi um þætti. Það eru leiðilega fréttir Hvað? núna, 1. janúar. Taka Friends út á Netflix. Þeir eru búin að hóta þessu mörg ár. Nei, það er búið, það er, kominu. Er það bara 1 ár sem er búin að hóta þessu? Nei, þetta er svo hótað í fyrra. Það var tekið út af Bretlandi og Bandaríkjunum. Þetta bara átti ekki við okkur. Já. Þetta er fara af okkar núna í janúar. Næja. Okkur Norrlöndunum. Það er kannski, sorry, ég elska Friends mér en allt, eða bara uppáhaldið mitt, en það er Já. kannski bara fínt, því þá byrja ég að kannski að horfa á okkur annað. Já, kannski. Það er kannski neyðir okkur í að horfa á okkur annað. Því ég sitt bara alltaf á Já, Friends. ég líka, bara átó. Já. Bara þú veist, Ég er ef ég búin að- nenni ekki að kynna mér nýtt efni. Nákvæmlega, ég er búin að horfa á þetta allt svona 16 sinnum, Já. sko. Ég elski það, en ég þarf ekki að hafa þetta fyrir fram með alla daga, sko. Nei, Og sammála. svo kannski bara kaupa maður sér, kannski kemur eitthvað nýtt svona streymisveita sem vöndir inn á skilur. Já, bara koma Ég held mér að ég eigi þetta inn á einhverju öðru, sko. Já, ég mann þegar þú áttir þetta alltaf inn á okkur. Ég átti þetta á svona kaup, svona Já, flakkara, já. og það er fullt að deleted scenes inn í þeim þáttum. Já, þetta er ekki allt sem er á Netflix. Nei, svo byrja ég að horfa á þetta á Netflix og ég var bara, Og það það svona vantar já, atrið. ég var man bara, eftir því sjálf, sko. það er svo fucked up, sko. Bara allt Crazy. sem ég horfði á þegar ég var yngri var bara horfið. Bara Já. öll atriðin, ég var bara, what? Og þú veist, Jóa, henni kannast ekkert við það. Ekki? Nei. Og ég ætla bara, við vorum að horfa saman, ég bara pásaði ég eitthvað, manst þú eftir? Og lísti Já, atriðin já, og já. hún var bara, hvað talum ég eitthvað? What? Nei, ég veit nákvæmlega hvað það tala um. Já. Og líka, það var oft sem að koma svona kreditlistin, svo kannski koma eitt annað atrið. Já, Það er ekki. nei. Það er steikt, sko. Maður er að horfa á þetta gamla Já, með extended. algjörlega. Maður það bara fara, þú veist, einmitt nálgast það og sjá. En það er allan sorglega fréttir fyrir suma. Já, viltu te? Já, bara smá. Ég vona að allir nýti það tímann til að klára þetta þar sem þeir sem ekki sé þetta. Nei, já, nákvæmlega. Skrítið, fólk ekki sem hefur núna, ekki séð hvenær þá? Friends. Það er skriðið. Það er alltaf skrítið, sko. Ég er bara mann eftir þessu þegar ég var bara, ég fyrst lítil. Já, ég líka. Ég er alltaf lítil að horfa á þetta í túbusjónvarpinu heima, bara í fyrsta heimilinu mínu. Og ég fór alltaf að hlæja þegar fólki fór að hlæja. Já. Ég vissi samt ekkert hvað er í gangi. Nei, þú áttur að hlæja þá Já, bara. ég var og svona eins og ég var ekki að fullorinn. Oh my god, hvað það er Skildi ensku bara ekki neitt. gott. Oh my god, hvað það Haldi ekki að þetta er bara að lifa lengi. Fáralega? Það er skrítið að sé alltaf bara kynslu eftir kynslu Já. sem að horfa á þetta. Svo horfum maður á, þú veist, þetta í dag, maður er svona, hvernig eru sumi brandarnir í lægi? Bara ógislega, já. Sumi brandarnir eru bara alls ekki í Nei, lægi, sko. eldast ekki vel, sko. Nei. Eldast alls En samt ekki vel. eru seríurnar aldrei cancelled, skilur við. Nei, en mér finnst eins og fólk einhvern veginn gefið í svigrum að þetta hafi verið tekið upp fyrir 20 árum. Já, Mér finnst, og það kannski, hlýtur að vera. Já, Það og er margir sem fá ekki þann séns, skilur við. það er það sem ég var alltaf að fara að segja. Já. Þú veist, ég veit ekki af hverju Friends fá meira svigrum til þess Einmitt. og aðra þættir kannski ekki. En hérna, já, tala um þetta eldist ekki vel, sko. Nei. Sem er alveg rétt, alveg hár rétt, sko. Stundum með maður að horfa á þetta maður svona, úff, Já, þetta var ekki góð brandari. Þetta myndi ekki fljúa í dag. Nei, alls ekki. Þú veist, og hérna en ég meina samt, meir hlutin að þessu er gott efni. Já, Ég algjörlega. getum alveg sagt það. Já. Þetta er já, velkomin í hérna þetta og spila umræðan okkar. Við erum komið nýtt þema að vera á podcast bara. Já, ándjóks. Ég last. En þetta er bara, held ég, samt í alvörinni það sem milli jól og nýjárs stendur Snýstum. út. Já, Ég sammála. bara þú veist, njóta, spila, Horfa. horfa á eitthvað sem þú ert búin að vera, þú veist, ekki gefa þér tíma til þess að gera Nákvæmlega. og lifa lífinu. Og lifa lífinu. Heyrðu Birta, Já. sjáumst við ekki bara á Gamlás. gamlás? Oh my god, hvað ég spennt að gera upp árið með þér. Ángríns sem leðis. Að gera upp árið og hérna sjá hvað stóð upp úr, Já. hvað sögnum ekki, hvað Hvað gerðist á söknum? árinu. Já. Hvað eru þakklata fyrir? Tilbúið. Mjög. En við tökum svo umræða næst. Já. Og sjáumst þetta. Sjáumst um daginn.